Bensínstöðvar á stórhöfuðborgarsvæðinu verða líklega tómar fyrir helgi vegna verkfalls vöru- og olíuflutningabílstjóra. Matvöruverslanir gætu tæmst og jafnvel lokað í næstu viku dragist verkfallið á langinn. Búið að skipa nýjan ríkissáttasemjara í deilunni. Kona sem varð fyrir alvarlegri líkamsárás á vistheimilinu Vinakoti segir að öryggi starfsfólks og skjólstæðinga sé stefnt í hættu með sinnuleysi gagnvart úrræðinu. Afleiðingarnar geti verið afdrifaríkar líkt og í hennar tilfelli. Hundruð barna frá Úkraínu hafa verið flutt til Rússlands að undirlagi rússneskra stjórnvalda og þeim komið fyrir á stofnunum eða í fóstur. Úkraínsk stjórnvöld telja týnd börn skipta þúsundum. Verulegar skemmdir urðu á vegum á vestanverðu landinu í flóðunum í gær og áætlar svæðisstjóri Vegagerðarinnar að tjónið hlaupi á tugum milljóna króna. Íbúi í Saurbæ í Dölum segist ekki hafa séð önnur eins flóð síðan 1950. Valentínusardagurinn, dagur elskenda, er í dag. Íslendingar virðast halda veglegar upp á daginn með hverju árinu að sögn blómasala. Komið þið sæl. Verkfall Eflingar-starfsmanna sem hefst að óbreyttu á morgun gæti valdið vöruskorti í matvörubúðum á höfuðborgarsvæðinu og að bensínstöðvar verði tómar fyrir helgi með tilheyrandi samgöngutruflunum. Engin lausnir í sjónmáli í kjaradeilu Eflingar við Samtök atvinnulífsins. Boðað hefur verið til ótímabundins verkfalls hátt í 500 hótelstarfsmanna í Reykjavík og ríflega 70 vörubílstjóra sem hefði meðal annars áhrif á olíu og vörudreifingu. Tankarnir á stöðunum hjá okkur munu tæmast. Ég held að við förum örugglega að finna fyrir áhrifum strax annað kvöld, síðasta lagi á fimmtudaginn á ákveðnum stöðum. Þetta mun hafa áhrif á aðfangakeðjuna, dreifingu á matvælum og öllu öðru. Eins og staðan er núna að þá sýnist mér að við munum eiga birgðir í búðunum svona fram yfir helgi. Ef fólk fer að hamstra matvöru í stórum stíl gætu birgðirnar klárast enn fyrr. Ef það verður svona áhlaup á búðurnar. Kemur til þess að þeir munu jafnvel bara loka? Já, það getur gerst og það er ekkert ólíklegt ef við fáum ekki vörur. Mögulega þyrftum við að loka en við munum reyna eins og við getum að sinna eðlilegri starfsemi eins lengi og hægt er. Eflingu hefur borist fjöldi undanþágubeiðna olíudreifingu meðal annars frá lögreglu, slökkviliði og Vegagerðinni. Margir hafa eigin olíubirgðir, til dæmis sumarleigubílastöðvar. Isavia getur haldið úti starfsemi á Keflavíkurflugvelli í minnst viku og Strætó hefur birgðir til 2 vikna. Við munum reyna að sækja mynda þá. Við teljum að þetta sé mjög mikilvæg þjónusta. Þetta sé þjónusta sem að fólk noti til að komast í mikilvæg framlínustörf, svo sem á sjúkrahúsin og heilsugæsluna. Mögulega þurfi að gera breytingar á áætlunum ef verkfall dragst lengi. Já, við munum skoða þetta svona í næstu viku, hvað þarf að gera og þá metum við stöðuna hvort það þurfa að draga úr akstri eitthvað eða ekki. Strax í morgun var að minnstakosti ein bensínstöð enn eins orðin tóm. Það verður að fylla á gamla smurolíutanka, bensínbrúsa, alls konar ílát sem eru vissulega mjög varhugavert. Borið hefur á því að fólk hamstri bensín og langar biðraðir við bensíndælur. Þú ert að fylla hann, er þetta út af verkfallinu? Það hluta til, já. Það þarf víst bensín alltaf. Hefur engar áhyggjur af þessu verkfalli? Nei, þetta verður ekkert vandamál. Verkfall, við verðum bara að samþykkja það ef það kemur. Þú ert á leiðin að fylla hann, er það út af verkfallinu? Já, ég heyrði það. Það væri að skella á. Hefur áhyggjur af þessu? Nei. Ég nota þá bara rafmagnsbílinn. Ekki kemur til greina að ríkið grípi inn í kjaradeilu SA og Eflingar. Þetta segir félags- og vinnumarkaðsráðherra. Hann segir tilefni til að endurskoða lög um kjaradeilur og vonast til að lausn finnist sem fyrst. Guðmundur Ingi Guðbrandsson, félags- og vinnumarkaðsráðherra, skipaði í dag Ástráð Haraldsson héraðsdómara sem ríkissáttasemjara í deilunni eftir að Aðalsteinn Leifsson ríkissáttasemjari vék til hliðar eftir kröfur Eflingar þess efnis og verður fundur í deilunni boðaður á morgun. Hann segist vonast til að þessi ráðstöfun liðki fyrir lausn. Þannig að ég bind auðvitað vonir til þess að honum takist að leiða saman þessar fylkingar og biðla auðvitað líka til bæði SA og Eflingar að setjast að borðinu með þann einbeitta vilja að ná samningum. Já, er tilefni til að skoða breytingar á lögum þannig aðilum kjaradeilu verði hreinlega skylt að leggja fram kjörskrá þegar ríkissáttasemjari fer fram á það? Þetta er málefni sem við þurfum að skoða núna í framhaldinu. Hefur verið rætt innan ríkisstjórnarinnar að setja lög á þetta verkfall og þau verkfall sem eru fyrirhuguð? Nei, það hefur ekki verið rætt.
En hvað þarf ástandið að verða slæmt til þess að þið stíðið inn í að matvöruverslanir loki, að allt bensín er uppurðið, hvað þarf að gerast? Það er ekki tímabært fyrir mig að svara því, við höfum ekki tekið þetta til umræðu innan ríkisstjórnarinnar. Og við fjölluðum áðan möguleg áhrif verkfalla á eldsneytis og matarbirgðir en yfirstandandi verkföll og þau sem hefjast á morgun beinast að ferðaþjónustunni. Jóhannes Þór Skúlason, fyrsta spurningin bara hvernig sjáu þið fyrir ykkur ástandið núna allra næstu daga? Ástandið stefnir að verða grafalvarlegt. Þetta fer einfaldlega allt í skrúfuna, mjög hratt. Hótelin munu ekki halda út lengur en á kannski laugardag sunnudag, þá verðum við komin í þá stöðu að það verða gestir hér á götunni. Það er búið að bóka upp hótel víða í kringum höfuðborgarsvæðið. Bókunin á staðan er það há, það er ekki hægt að flytja fólk mikið á milli. Þannig að þetta er mjög alvarleg staða og við þetta bætist náttúrulega áhrifin á flugið sem líklega verður innlandsflugið að detta út helgina og síðan alþjóðaflugið í kjölfarið og þetta hefur náttúrulega gríðarlega mikil áhrif á samfélagið allt, ekki bara ferðaþjónustuna. Við erum að tala fiskútflutning og ýmislegt annað sem þetta hefur áhrif á. En nú er fjöldi ferðamanna sem eru nú þegar hér á landinu og aðrir sem eru á leiðinni til landsins. Hvað verður þetta fólk? Já, það verður bara að koma í ljós. Við getum ekki séð annað en að þetta verði töluvert mikið vandamál. Auðvitað hafa einhverjir geta hliðrað til sínum ferðum en við vitum það að það er fólk sem er hérna og þegar að ekki er hægt að sinna þrifum og öðru sem verður að sinna þá auðvitað verður þetta mjög grafalvarlegt mál mjög hratt. En svona fyrir utan hótel og gistiheimilin, hver eru önnur áhrif svona rétt í lokin á ferðaþjónustuna? Já, það náttúrulega stöðvast öll keðjan. Flestir sem koma hingað á þessum tíma er að koma hingað með bækistöð á höfuðborgarsvæðinu eða minnstakosti 1-2 gistinætur hér og það þýðir það að þegar það getur ekki komið þá stöðvast öll keðjan, afþreying og allt annað. Og ég tala nú ef flugið stöðvast þá náttúrulega fer öll keðjan í spað og þetta þýðir það að verðmætatapið ekki bara fyrir fyrirtækin heldur fyrir samfélagið er gríðarlegt. Jóhannes Þór Skúlason, takk fyrir þetta. Og við höldum okkur reyndar við þessa deilu því sérfræðingur í vinnurétti segir úrskurð Landsréttar neitun Eflingar og afhendingu kjörskrár óskiljanlegan. Fótunum hafi verið kippt undan embætti ríkissáttasemjara sem hafi fá úrræði þegar sverfur til stáls í kjaradeilum. Flækjustigið jókst í kjaradeilu Eflingar og Samtaka atvinnulífsins í gær þegar Landsréttur hafnaði kröfu ríkissáttasemjara að fá kjörskrá Eflingar svo hægt að kjósa miðlunartillögu hans. Dómurinn vekur furðu hjá hæstaréttarlögmanni og sérfræðingi í vinnurétti. Ég eiginlega átta mikið á því, hvernig svo sem að ég fer yfir lagatextan og rýni í gömlu lögin og aðdraganda lagana, hvernig hægt var að komast til þessari niðurstöðu fyrir Landsrétti. Ég verð bara að segja það eins og er. Lára segir að ríkissáttasemjari hafi einu og öllu fylgt lögum framlagningu miðlunartillögu. Þau séu skýr hvað varði heimildir hans til að fá kjörskrána afhenta. Þar segir að sáttasemjari geti krafið aðila vinnudeilu það sem hann telur nauðsynlegt til að leysa deilur. Ræða á Alþingi árið 1978 að draga úr valdi sáttasemjara séu lögð fram sem lögskýringargagn í úrskurði Landsréttar. Og hvernig fólk getur síðan komist að þeirri niðurstöðu að með því að vísa í 44 ára gamla ræðu á Alþingi að sú réttarheimild sé æðri settum lögum. Ég bara átta mig ekki á því miður. Lára segir að með úrskurði Landsréttar hafi fækkað úrræðum til að leysa harðar kjaradeilur. Upp sé komin fordæmalaus staða. Það er búið að kippa fótunum undan embætti ríkissáttasemjara, það er að segja, það er búið að taka af honum eins og hann sjálfur segir, þau tæki og tól sem að hann hefur yfir að ráða, það er svakalegt. Og þá snúum við okkur að öðrum. Kona sem lamaðist eftir líkamsárás á vistheimilinu Vinakoti í fyrra segir að öryggi starfsfólks og skjólstæðinga sé stefnt í hættu með algjöru úrræðaleysi í málefnum barna og ungmenna með fjölþættan vanda. Hættulegir einstaklingar séu settir í þessi úrræði því einfaldlega ekkert annað sé í boði, stundum með afdrifaríkum afleiðingum líkt og í hennar tilfelli. Tinna Guðrún Barkardóttir er kennari að mennt. Hún brennur fyrir málefnum barna og ungmenna með fjölþættan vanda og starfaði hjá Vinakoti sem búsetuúrræði fyrir krakka með slíkan vanda. Það var síðan þann 23. mars í fyrra sem skjólstæðingur hennar, 18 ára stúlka, réðist á hana. Byrja svona að hrinda mér upp við vegg, þannig að ég byrja svona að skella höfðinu í útidyrahurðina og finnur manneskjan finnur að hún hefur valdið mér miklu stærri og sterkari en ég.
Tinna var ein með stúlkunni vegna veikinda í Vinakoti þvert á allar reglur því samningar voru að 2 starfsmenn væru alltaf með henni. Stúlkan hafði ítrekkað sýnt af sér ógnandi og ofbeldisfulla hegðun og Vinakot hafði lýst því að það hefði ekki burði til að sinna stúlkunni. Engu að síður gerði eigandinn ekki athugasemdir við að Tinna yrði ein með henni. Hún að segja við mig alveg sallaróleg. Þar sem hún horfir bara í augun á mér, beygir sig í hnjánum, horfir í augun á mér og segir við mig bara jæja Tinna, ertu tilbúin í næstu umferð? Svo finn ég að ég að missa máttinn. Tinna misti máttinn í annað sinn á ævinni því árið 2015 lamaðist hún eftir heilablóðfall. Hún hafði þó náð kröftum að nær öllu leyti nema í vinstri handlegg og hefur undanfarin ár stundað líkamsrækt og ýmsa hreyfingu af krafti. Ég reyni að stíga í fótinn og finna hann alveg lamaður. Og þá eiginlega bara öskur grenja ég. Tinna segir að árásir í úrræðum á borð við Vinakot þurfi ekki að koma neinum á óvart. Þar séu einstaklingar með mismunandi þarfir og vanda, sumir jafnvel hættulegir sjálfum sér og öðrum. Þá sé ekkert sem grípi starfsfólk sem verði fyrir árásum af þessu tagi. Þetta kerfi bara, afsakið mig, þetta kerfi bara rusl. Og það ekki bara því að ég fekk ekki eitthvað ég væri brjáluð ef einhver sem mér þætti vænt myndi lenda í svona Og nánar þetta í Kveik í kvöld þar sem fjalla verður bresti í kerfinu sem sinna á börnum sem beita ofbeldi og þurfa sérstaka vistun. Það ljóst að verulegt tjón hefur orðið á vegum og öðrum samgöngumannvirkjum á Vesturlandi og í úrhelli og flóðum og hleypur tjónið á tugum milljóna króna. Þetta versta ástand síðan árið 1950 segir íbúi í Saurbæ en hús hans var umflotið vatni. Miklar rigningar í fyrradag og í gær, einkum á vestanverðu landinu hafa skilið eftir sig mikil ummerki. Í hlýjundunum komu saman mikil úrkoma og miklar leysingar með tilheyrandi krapaflóði í ám. Í dag hafa starfsmenn Vegagerðarinnar unnið að því hörðum höndum að gera við á þeim stöðum þar sem mest liggur á. Pálmi Þór Sævarsson, svæðisstjóri Vegagerðarinnar á Vesturlandi, sagði að við fyrstu sýn liti út fyrir að tjónið hleypi á 30 til 40 milljónum króna en það ætti eftir að koma betur í ljós. Mikið flæddi í Haukadal í gær og grófst jarðvegur undan brúnni við Hamra. Unnið var að því í dag að keyra efni af brúnni og styrkja og var umferð hleypt á hana. Í gær þegar mest gekk á streymdi mikill vatnsflaumur úr Haukadalsá efri hingað í Haukadalsvatn, mun meira heldur rann úr vatninu í hinn endan í Haukadalsá neðri. Og þegar mest var hálfsmetra djúpt vatn hér á veginum. Einna verst var ástandi í Saurbæ í Dölum þar sem mikið flæddi og íbúðarhúsi í Lambsnesi var umflotið. Ég stend hérna núna á túninu í Lambanesi í Saurbæ sem á kafi í vatni en þetta reyndar hreinasta hátíð með hvernig ástandi var hérna í gær. Því þá voru hreinlega girðingarstaurarnir á Bólakafi. Já, það má segja að það hafi verið bara eins og einn fjörður hérna, Langsveitin og við stóðum hér bara á eyju. Það var vatni náði hér alveg upp myndir hús og öll tún á kafi vatni. Þetta með því versta sem ég man eftir nema ég man eftir einu sinni 1950 eitthvað svoleiðis sem var ennþá meira flóð heldur en þetta. Skammt frá Lambsnesi við ósa Staðarhóls og Hvolsár var ástandi mjög slæmt en mikið hafði sjatnað í ánni frá því að fréttastofan var þar á ferð í gær. Töluvert rólegra hérna yfir ósnum þar sem Staðarhólmsá og Hvolsá koma saman heldur en var hér í gær. Flaumurinn í gær tók með sér steyptan kant þarna hinum megin við, brauta niður og skólaði honum hérna niður eftir og tiltölulega nýlega göngubrú sem var hérna yfir ána, hún farin hérna niður eftir. Annars hafa skemmdir einkum verið þar sem skarð hefur komið í vegi eftir að flætt hefur yfir þá og jarðvegur ruðspurt með vatnsflaumnum. Svæðisstjóri Vegagerðarinnar á Vesturlandi sagðist almennt hafa áhyggjur af ástandi vega, ekki síst vegna gríðarmikillar umferðar þungra flutningabíla. Og það urðu miklar skemmdir í Svarfaðardal í Húnavatnssýslu þegar Svartá ruddi sig seint í gærkvöld. Brúin heim að bænum Barkarstöðum ónýt auk þess sem áin tók í sundur veginn að brúnni. 7 manna fjölskylda á bænum nú einangruð því eina leiðin heim til þeirra var brúna yfir Svartá. Þá fór ljósleiðari á brúnni í sundur en gert var við hann til bráðabirgða í dag. Mikið tjón varð einnig á túnum og í girðingum. Til stendur að starfsmenn Vegagerðarinnar rífi brúna á morgun til að losa klakastífluna og koma ánni í réttan farveg. Rússnesk stjórnvöld hafa flutt 100 barna frá Úkraínu til Rússlands og komið í fóstur þar. Drengur sem hvarf frá Mariupol segist ekki einu sinni hafa fengið að kveðja móður sína.
Vladimir Putin, Rússlandsforseti, skrifaði undir lög í fyrra sem heimila flýtimeðferð á ríkisborgararétti fyrir börn sem koma frá Úkraínu. Hér sáum við fulltrúa Pútins réttindi barna fylgja yfir 100 börnum frá Donetsk til Moskvu. Будем мы корнями их уже, это еще больше ложится на нас ответственность, чтобы стать действительно настоящими родителями. Я не могу такое. Teymi fréttafólks innan sambands evrópskra sjónvarpsstöðva hefur rannsakað þetta og getur staðfest að 100 úkraínskra barna hafa verið flutt til Rússlands. Þeim komið fyrir á stofnunum í fóstri eða jafnvel ættleidd til rússneskra fjölskyldna. Rússnesk stjórnvöld segist vera að bjarga stríðshrjáðum börnum og koma í fóstur þar til ættingjar þeirra finnast. Мы идем к приемным родителям, потому что мы там с сестрами будем всегда вместе. Úkraínsk stjórnvöld segja þetta skipulagða herferð og telja börnin sem flutt eru til Rússlands skipta þúsundum frekar en hundruðum. Rannsókn fréttateymisins leiddi í ljós að það nokkurn veginn hægt að skipta börnunum í 3 hópa. Börn sem voru á stofnunum í Úkraínu, til dæmis munaðarleysingjahælum, börn sem foreldrar samþykktu að senda í sumarbúðir til Rússland sem skiluðu sér ekki aftur og börn sem hafa orðið viðskila við foreldra sína í stríðinu. Ну, там маму опрашували, а потім сказали, що мама фільтрацію не пройшла і що мене від неї забирають. Вони навіть попрощатися не дали. Oleksandr segist hafa sagt Rússunum að hann ætti ömmu og kynni símanúmerið hjá henni. А вони казали, та ти нікому не надо, в тебе буде нова сім'я. Not only is forcible transfer a war crime, but also adopting children during time of war is also completely against international law. But it's also a crime against humanity because it is being carried out on a widespread and systematic level. Réttarhöld yfir 10 einstaklingum sem eru ákærðir í Namibíu vegna Samherjamálsins hefjast 2. október. Samkvæmt fjölmiðlum þar í landi eru 2 fyrrverandi ráðherrar, forstjóri og stjórnarformaður Fiskor ríkisútgerðarinnar á meðal sakborninga. Ákæruliðirnir eru 42 og lúta meðal annars að fjársvikum, mútum, spillingu, skattsvikum og peningaþvætti. Hjálpargögn eru farin að berast víðar að til Sýrlands eftir að forseti landsins samþykkti að opna 2 nýjar leiðir inn í landið. Þótt líkur á að bjarga fólki úr húsarústum á jarðskjálftasvæðunum færi dvínandi, finnst enn fólk á lífi. Að minnsta kosti 7 var bjargað í dag, þeirra á meðal var 18 ára piltur sem hafði verið fastur í rústum í nærri 200 klukkustundir og kona sem hafði legið undir húsarústum í 205 klukkustundir. Alls hefur tekist að bjarga yfir 8.000 í Tyrklandi, en staðfest andlát vegna hamfaranna eru yfir 37.000. Hluti íslenska hjálparteymisins sem hefur sinnt björgunarstörfum í Tyrklandi í tæpa viku kom heim í dag. 4 aðgerðarstjórnendur hópsins voru eftir á hamfarasvæðunum til að tryggja samfellu í störfum alþjóðlegra björgunarsveita, en þau hafa annast yfir aðgerðarstjórn fram til þessa. Verkefnastjóri frá Landsbjörg sem tók þátt í björgunarstarfinu segir aðstæður hafa verið skelfilegar. En tyrknesk stjórnvöld að standa sig mjög vel í að koma með vistir inn í borgina og hjálpa til. Það eru yfir 90 alþjóðlega björgunarsveitir á svæðinu og það má ekki gleyma því að við erum ennþá með 4 af okkar teymi í landinu sem eru að stýra núna öllu alþjóðlega björgunarstarfi í landinu og þau koma heim núna í lok vikunnar. Og hvernig gekk samstarfið? Samstarfið gekk bara nokkuð vel, náttúrulega ólíka skoðanir en það vinna allir eftir sama kerfinu þarna úti, þessu UCC-kerfi, þessu Insarak rústabjörgunarkerfi. Hvernig líður ykkur reynilega? Já, okkur líður svo sem alveg ágætlega, en við eigum mjög sterka bakhjarla í félaginu og það er mjög góð sálfræði aðstoð sem að fólk fær eftir svona og við sækjum bara í hana eftir þörfum. Valentínusardagurinn, dagur elskenda í dag. Blómabændur og veitingamenn segja að daginn verða sífellt vinsælli hér á landi, sérstaklega meðal yngra fólks. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very
extraordinary. Það var upp úr síðustu aldamótum sem dagur heilags Valentínusar fór að ryðja sér til rúms hér á landi og Íslendingar fóru að fagna ástinni að bandarískri hefð. Hefðin á þó rætur að rekja til Evrópu á 14. öld. Á Valentínusardegi til siðs að tjá ást í orðum og gjörðum og margir færa sínum heittelskuðu blóm, konfekt eða annað kröðurí og jafnvel kort með fallegum orðum. Blómasalar segja daginn verða hátíðlegri með hverju árinu. Já, hann stækkar og stækkar, það engin spurning og reynda núna hann mjög nálægt konudegi sem næstu helgi sunnudagurinn. En það virðist ekki hafa nein áhrif því að þetta bara svolítið annar kúnahópur sem að koma núna á valentínusdegi, það meira yngra fólk. Rósir eru lang vinsælasta valentínusargjöfin. Blómabændur segja þó nóg til fyrir stærsta blómasöludag ársins, konudaginn. Sumir kjósa að gleðja í dag með handgerðu konfekti. Þannig að í gær voru bara allan daginn bara preppa og gera hjörtun og preppa jarðarberin og súkkulaði og jarðarberin í morgun og vorum að skreyta því og svona. Aðrir fanga rómantísku stemminguna með því að gera vel við sig í mat og drykk. Þó að Valentínusardagurinn í ár lendi á 3. degi og aðeins 5 dögum fyrir konudag, láta elskendur það ekki stoppa sig. Veitingamenn eru búin að vera í óðaönn í dag að undirbúa kvöldið og hluti af því að breyta svona 4-mannaborði í 2-mannaborð. Þetta svona mestmegnis hjá yngri kynslóðinni, myndi ég segja. Og það bara gaman að þau séu að koma og njóta lífsins og koma út að borða hjá okkur og fagna ástinni. Jæja, úr rómantíkinni yfir til þín, Baldvin, hvað verður í Kastljósi kvöldsins? Það verður eitthvað lítið Valentínus og meira verkföll og vinnudeilur því að staðan á vinnumarkaði verður umfangsmikil í þættinum. Við ætlum að ræða við félags- og vinnumarkaðsráðherra yfirvofandi verkföll og hvaða væntingar hann hefur til setts ríkissáttasemjara. Við ræðum einnig við formann samtaka ferðaþjónustunnar og einnig við lögmann Eflingar næstu skref í þessari deilu. Svo ætlum við að skipta kúrs og ræða við leikstjóra myndarinnar á ferð með mömmu sem verður frumsýnd annað kvöld. Takk fyrir það, Baldvin Þór Bergsson, og við ætlum að líta til veðurs. Á morgun verður suðlæg 8 á landinu yfirleitt 5 til 13 metrar á sekundu og éljagangurinn bjart að mestu norðaustan til. Samfelldari snjókoma á suðaustur og austurlandi síðdegis og fram á kvöld. Hiti verður og undir frostmarki, en það er Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur sem fer nánar yfir veðurhorfur að loknum íþróttafréttum sem Óðinn Svan Óðinsson sér í kvöld. Tékkneski landsliðsmaðurinn Jakub Jankto greindi frá því á samfélagsmiðlum í gær að hann væri samkynhneigður. Íþróttafræðingur er vongóður að Jankto sé með þessu að ryðja brautina fyrir aðra samkynhneigða knattspyrnumenn. Mikil spenna var í samhliða sví á heimsmeistaramótinu í alpagreinum í Frakklandi í dag. Og Jóhannes Tingnes Bø sannaði enn einu sinni að hann er kóngurinn í skíðaskotfimi í heiminum í dag. Íþróttir hér rétt handan við hornið. Og þá ætlum við að renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Bensínstöðvar á stórhöfuðborgarsvæðinu verða líklega tómar fyrir helgi vegna verkfalls vöru- og olíuflutningsbílstjóra. Matvöruverslanir gætu tæmst og jafnvel lokað í næstu viku dragist verkfallið á langinn. Búið er að skipa nýjan ríkissáttasemjara í deilunni. Kona sem varð fyrir alvarlegri líkamsárás á vistheimilinu Vinakoti segir að öryggi starfsfólks og skjólstæðinga sé stefnt í hættu með sinnuleysi gagnvart úrræðinu. Afleiðingarnar geti verið afdrifaríkar líkt og í hennar tilfelli. 100 barna frá Úkraínu hafa verið flutt til Rússlands að undirlagi rússneskra stjórnvalda og þeim komið fyrir á stofnunum eða í fóstur. Úkraínsk stjórnvöld telja týnd börn skipta þúsundum. Verulegar skemmdir urðu á vegum á vestanverðu landinu í flóðunum í gær og áætlar svæðisstjóri vegagerðarinnar að tjónið hlaupi á tugum milljóna króna. Íbúi í Saurbæ í Dölum segist ekki hafa séð önnur eins flóð síðan 1950. Þessum fréttatíma er að ljúka og það er komið að fréttum af íþróttum og veðri, svo er það Kastljós og að því loknu er það Kveikur. Næstu fréttir eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og allt það nýjasta má alltaf finna inn á ruv.is. En við þakkum ykkur samfélgina þessum afur þessum degi. Verið sæl.